Boxið, framkvæmdakeppni framhaldsskólanna, fór fram í Háskólanum í Reykjavík þann 30. og 1. október síðastliðinn. Það eru HR, Samtök iðnaðarins, Mennta- og menningarmálaráðuneytið og Samband íslenskra framhaldsskólanema sem standa að boxinu. Á heimasíðu HR segir að keppnin sé vettvangur fyrir framhaldsskólanema til að spreyta sig á ólíkum verkefnum, reyna á samvinnu og kynnast tækni og iðnaði á skemmtilegan hátt. Það var lið Menntaskólans á Akureyri sem kom, sá og sigraði þetta árið. Þetta er svona framkvæmdakeppni þar sem við leysum alls konar óhefðbundnar þrautir með skrýtnum svona efni við. Og þetta er fyrir alla framhaldsskóla á landinu eða hvað? Já. Og hvernig var svona undanfarin? Þið eru lið Menntaskólans á Akureyri og sigruðu þetta árið. Já. Hvernig var undirbúningurinn og valið í lið? Það var eiginlega nærrið þannig að við tókum ekki þátt. Það var húsin hérna í Emma voru læst og raunin á síðust sundi þá náðu Sigurlaug að redda okkur húsnæði. Og síðan tókum við þátt og við sem ekkert hvað við varum að fara að gera, enginn okkar hafði keppt áður. Og já, við áttum búið að deila einhvern turn úr A4 blöðum og síðan setja fullt af bókum á þær. Og það var svona, já, skemmtileg lífsreynsla. Og er þetta eitthvað sem ykkur var sett fyrir og þið þurftu að taka það upp og senda það í keppnina eða hvað? Já, við áttum að gera þetta og síðan einhverja spilaþraut og senda þetta bara suður og já, komum síðan í úrslitakeppnina. Já, við vorum búin að fá leiðbeiningar hvað við ættum að taka með okkur í þrautina og vera tilbúið með eins mikið af bókum við gátum og einn pakka af A4 blöðum og síðan komum bara, reglurnar hvað við máttum nota og hvernig við áttum að gera það. Og hvað þarf maður að hafa til að geta leyst svona þrautir? Þið eru í X-inu og U-inu í Menntaskólanum sem þýðir að þið eru á eðlis- og náttúrufræðibrautum. Þarf maður að vera þar til þess að geta þetta? Nei, ekkert nauðsynlega, Sumt af þessu sem maður þurfti ekkert að reikna eða kunna neina eðlisfræði til að gera. En það kom sér samt mjög vel að hafa tekið eins og jarðfræðina. Hún gagnast nokkur aldeilis vel, Og eru þá einhverjar svona spurningar í keppninni sjálfur? Hvernig gengur keppnin fyrir sig? Þetta var dálítið mismunandi þrautir. Sumar voru dálítið stærðfræðilegar og þá sendum við bara Jóa í málið og hann reiknaði þetta allt saman. Og síðan var sumt bara eitthvað sem tengdist bara ekkert í sem við vorum að gera í skólanum. Það var bara eitthvað að greina einhverja steina, eitthvað steypuefni og síðan áttum við að búa til kall sem var úr einhverjum blikkrörum og síðan var hausinn á fljúgandi ofan á því að það kom loft út úr honum. Nei, þetta var bara mjög fjölbreytt, Þannig að þetta er eiginlega bara listræn Gettu betur keppni eða hvað? Já, þú mætti vel að segja það, Fyrirtækin sem komu að gerð þrautana í ár voru Marel, Luxor, Raval, Ísloft, Jáverk, Radiant Games, Mannvit og Kjörís, en liðin fóru á milli stöðva og fengu hálftíma til að leysa hverja þraut. Met þáttaka var í boxinu í ár en alls tóku 29 lið frá 17 skólum þátt í forkeppni sem haldin var fyrr í mánuðinum og lokum kepptu 8 lið frá jafnmörgum framhaldsskólum til úrslita í stóru keppninni. Ætli sigurinn hafi komið Emmaingum á óvart? Við eiginlega héldum aldrei að við varum að fara að vinna þetta fyrir við sáum eitthvað stigatöfluna hálfa leiðina og þá vorum við í fyrsta sæti. Ég veit það ekki. Við vorum náttúrulega öll með derhúfurnar. Við vorum öll með ein derhúfur í allri keppninni. Tryggði það eitthvað sigur, lukku derhúfan? Já, ég held það Ég held að sé allt þar. Komu krakkar úr Emma til þess að fylgjast með? Hvernig er þetta eins og Morfís og Gettu betur? Eða þetta er kannski ekki komið á þá stærðargráðu? Nei, það eru engir áhorfendur í keppni. Þetta er bara tekið upp fyrir sjónvarpið svo. En er ekki gaman að vinna svona titil fyrir skólann sinn og kannski sérstaklega skóla út á landi og fara suður í svona keppni og koma heim með bikar, þið fenguð bikar? Já, það var mjög gaman og mjög sætt að vinna sérstaklega eins og MR. Þeir voru með nákvæmlega sama lið núna í ár og vann keppnin í fyrra. Það var gaman að vinna þau. Æðislegt. Tók Menntaskólinn á Akureyri líka þátt í fyrra? Já, ég held að það hafi verið í 4. sæti í fyrra. Fyrir hvað undirbýr þetta ykkur? Kviknaði einhver nýr áhugi hjá okkur til dæmis við að taka þátt í þessari keppni?
til dæmis maður var að gera mjög óhefðbundna hluti eins og byggja brýr, búa til turna og síðan bara tengja saman eitthvað hljóðkerfi. Þetta undirbýr mann alveg pínu fyrir einhver svona óvænt verkefni sem maður geti fengið. Og síðan hvort þetta hafi kveikt áhuga. Já, þetta var miklu skemmtilegra að maður hefði haldið, alveg tímanlaust. Þetta kannski undirbýr ykkur þá fyrir atvinnulífið líka, eins og að byggja brýr. Þetta getur verið einhver arkitektúr eða byggingafræði eða eitthvað þess að það. Já, þetta á að vera svona til þess að vekja áhuga fólks á tæknigreinum og störfum í þeim geira. Og það eitthvað sem þið sjáu fyrir ykkur að mögulega kannski meindýraiðir? Er það eitthvað sem þið sjáu fyrir ykkur, altså að fara í tæknigreinar og tæknistörf, ekki meindýraiðin? Já, ég var nú búin að ákveða að fara í byggingaverkfræði, einhvern tímann. Þannig að þetta hefur kannski hjálpað til við það? Já, staðfestið það svolítið fyrir mér. En verkaskiptingin, eru þið ekki dálítið góð á mismunandi sviðum eða hvað? Jú, ég myndi segja það. Jói með stærðfræðina alveg og svo Stefán verið í verklega hlutan og þetta bara allavega. En glæsilegt, ég óska ykkur bara innilega til hamingju með sigurinn og hlakka til að fylgjast með okkur á næsta ári. Nei, þið eru að útskrifast, er það ekki? Þannig að ég hlakka bara til að fylgjast með okkur í atvinnulífinu. Takk fyrir.